Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Eins og alltaf byrð ég þig um að smetla á like að þú ert ánægð með það sem er framfyrir í þættinum og eins að deila til annara og svo máttu auðvitað setja komment undir ef það er eitthvað sem þið langar til þess að setja þar. En gestur minn í dag er hún Hildur Hákonardóttir sem flestir þekkja kannski fyrir vefnaðinn hennar og framlag til lista, myndlistar og annar listar hér á landi. En hún hefur líka verið að pæla í ýmsu öðru og það ætlum við kannski að spjalla í dag. Velkomin Hildur. Þakka þér fyrir. Gaman að sjá því. Það er kannski bara lýsingi hjá mér sem gerir það verkum að mitt hár er ekki svona alveg eins hvítt eins og þitt. En það er allavega tvær Ég er glansandi, ég hef svo gott ljósinn gluggan. Já, einmitt. Það er ég þarf að nota rafmagnsljósið þetta hjá mér. Þannig að bara gaman að fá þig í þáttinn til mín og ég í rauninni hafði samband við þig af því að ég sé þú ert að skrifa oft um dagana. Já. Og þá hlýtur að vera að pæla eitthvað í almanakið okkar. Ég hef í raun að vera alveg lifandi áhuga fyrir almanaki og hef, ég held haft bara síðan, ég segi nú ekki síðan ég var barn, en við getum kallað hana almanak, þetta er í raun að vera tímatalið okkar, hvernig við stiftum tímanum upp. Já. Og við í raun og veru fylgjum, við okkur finnst við fylgja bara einu almanaki, við fylgjum því algjörlega blindandi, þetta er bara svona 50 dagur á morgun, 2050 setta, þennan mánuð og þennan mánuð. En það er hægt að skipta árinu, og nú erum við að tala um sólarárið, á óteljandi, mismunandi vegum. Og ég fór einhvern tíma að kynna mér önnur almanak, auðvitað lá fyrst fyrir við eigum gamla bænda almanakið okkar. Já. Ef við svona fíkum okkur aftur í tíman, að alveg framundir það að ég fæðist rétt fyrir stríð, þá erum við að með annan fótinn svona, það er einhver hugsun í gamla bænda almanakinum sem ég skilst núna af þeim sem eru að kynna sér almanök, hafi verið mjög heildsteypt og það skipti bara árinu í 20 vetur og sumar og þess vegna höldum við ennþá upp á sumardaginn fyrsta. Já, já. Og þessir mánuðir, þorrin og góan sem við þekkjum best, þau fylgja stjörnumerkjunum. Já. Alveg eiginlega svona nokkurn veginn upp á dag og hafa uppnulega gert það. Já. Ég fór að velta þessu allir fyrir mér og þá ekki síst því hvernig í veröldinni fórum við af því að fylgja mánaalmanaki. Þegar maður fer eitthvað að pæla í fortíðin og því sem er undangengið og gyðjum og öðrum svona spennandi hlutum. Já. Það kemur maður alltaf aftur til þessa tíma, það var til dæmis mánagyðja. Já. Ég fór að velta þessu fyrir mér. Og eitt sattast að segja töluvert löngum tíma í að skilja hvernig í veröldinni það væri hægt að fylgja mánaalmanaki. Af því eins og allir vita þá fylgjast sólin og mánin ekki að en mynda svona sinhverja rásina og þau tengjast nokkurn veginn skilst mér á 19 ára fresti. Já. Svo að gamli bændurnir áttu, ef þeir gátu komist yfir veðurdagbækur sem voru 19 ára gamlar, þá fannst þeim það vera mikill happafengur. Já, til þess að geta skoða, já. Það var þessi trú, ekki spyrja mig hvort það gekk eftir. Nei. Og ég á þessum tíma kynnti ég mér svo sem ýmsa hluti, ég hef aldrei getað lært rímtalið þegar maður taldi á fingrum sér til þess að vita, en ég er búin að skynja núna að ég verð að gera það þýðir ekkert annað. Ok, akkur ekki. Það sem þetta á mig að skynja að það var engin vandi að hafa tvennslags, þú hefur árshringinn, Já. en þú getur alveg fylgt tunglkomunum
Sko þar hrynjandi. Einmitt, já, Engin hrynjandi í árinu okkar eins og það er. Það er rómverskt, já, verslunar og viðskipta almanak. Þess vegna í raun og veru er 1. janúar, það er engin stýring á því af hverju 1. janúar er áramót. Og ég held að ég var krakki að það væri gert til þess að allar þessar verur, tröll og álfar og jólasveinar og slíkt, það hefði þurft svona að hafa þessi helgujól fyrst og geyma svo hitt í viku og þá máttu álfarnir dansa já. og alls konar vættir fara á kreik. Mhm. En ég komst nú að því að þetta var ekki alveg rétt hjá mér. Nei, ekki alveg, en ég meina við erum tölum ennþá álfarnir fara að kreika á nýjársnótt. Þetta er bara skammt innheimtu dagur. Þetta var hjá Rómverjum og þetta er hjá okkur og þetta er ákaflega praktískur tími einmitt að gera upp árið. Það er enginn að fara til sjós, það er uppstjarni kon í hús eða ætti enginn að fara til sjós, uppstjarni kon í hús, Já, séð, það er svona kuldatímabil og þá er gott að gera upp, hafa vörutalninguna sem sagt. já, já, Þessir mánuðir, þeir flæktu þetta kerfi alveg gjörsamlega. Því ef við færum að lifa eftir mánuðunum, þá getum við ekki gert alla þessa reikninga. Við getum ekki borgað neinu reglulega, höfum ekki þessi föstu viðmið nei, til þess að sé hægt að koma á okkur böndum, líkum við að segja. já, þetta er bara það. Þá verðum við að búa við þetta fasta almanak. En svo er verið að hringla með það því að það reyndist nú ekki vera alveg rétt og það var 16. öld sem að þeir uppgötuðu það í Róm að við vorum komin 10 daga fram yfir. Já, ok, já. Að taka þá í burtu og það var reyndar á þessum tíma ekki svo ræðilega erfitt en þeir sem að voru orðinir lútherskir töldu að páfinn væri eitthvað að hringsóla með það og gera grín og vildi ekki fara að fylgja hans ráðleitingum svo við leiðréttum ekki okkar tímatal fyrir 1700. Þá kom Jón Árnason, hann var biskup í Skálholti og hann var mjög góður starffræðingur og hann sagði við bara gerum þetta núna og það var aldamóta árið 1700 og mér minnir, ég veit ekki nákvæmlega hvenær hann klippti út þessa 10 daga en það var eftir að slátur til lauk og áður jólaundirbúningurinn byrjaði. Þannig að það tók bara út 10 dagur úr almanakinu. Þá var og hvort það var október 2, hann var allt í einu orðin október 13 því að núna þá vorum við komin 11 daga fram úr. Já, þegar hann breytir sig. Já. En við vorum ekkert á, ég held að bæði England og Svíþjóð hafi gert þetta nokkrum árum á eftir okkur. Já. Það þurfti bara öruggan starffræðing sem satt við stjórnina, sem að hann var, og þá var hann að líka reikna út fingrarýmið alveg upp og nýtt, af því að það brenglaðist og ég get ekki útsýtt hvernig því ég ættir að læra það. Ok, já. En við lifum ennþá svolítið með leifarnar af þessum 10 daga burtfalli. Já. Svo Austurkirkjan sem neitar að færa til jólin. Já, hún er með þau alltaf 6. janúar, er það ekki? Já, það er af því, þetta eru 10 dögum. Breytingarnar og við verðum stundum vörfuð eins og Alþingi færðist eitthvað til og þá fór ég að velta þessu fyrir mér. Við erum við þá örugg og róleg í einu almanaki núna. En við erum það nefnilega, svo merkist, við erum það ekki. Ég held við fylgjum í dag svona 4 eða 5 almanökum. Hvernig sérðu það gerast? Við erum með sem sagt gregoriska þetta opinbera almanak.
Já, Við byrja 1. janúar, en það inniber pínulitla leifar bæði að júlíanska tímatalinu sem var fyrst já, og almanakinu og það kemur aðalega fram bara þegar við erum að reikna páskana. já, Páskarnir eru leifarnir af því að við reiknum út því að þá notarðu vorjafndagurinn sem eiginlega áspyrjun, sko, það var oft gert, já, ef ekki hjá okkur þá hjá öðrum. já, Og páskarnir eru núna fyrsta sunnudag eftir fyrsta fulla tunglið eftir vorjafndagurinn. já, Þannig að þetta er gamla mánaðalmanaki. Og já, svo eru þeir hátíðisdagar sem fylgja páskunum, þeir náttúrulega koma á eftir já, með réttu millibili. mhm, Svo við erum með þetta almanak með sem sagt 2 svona leifum af fyrri gamlum síðum Já. og úrgamlum því að við vitum ekki hvað er langt síðan eða hvað það var langur tími sem að við fylgdum mánaðalmanakinu. En svo erum við það sem þykir sjarmerandi, við erum ekki alveg búin að sleppa gamla bændaalmanakinu heldur og við sjáum það eiginlega allra best á Þorranum og Góunni. já, höldum við í það, er það því stillt bara eftir gamla? Þorrin og Góun fylgja bara stjörnumerkinu. Já, En við höldum í þessu gamlu mánaðanöfn og við höldum í svona fyrsta sumardag náttúrulega og fyrsta vetrardag sérstaklega. Svo við höldum svona, okkur finnst það sérmennandi, Já. höldum pínulítið í það. En svo kemur kirkjuárið sem að setti sig, það byrjar með aðventunni, snemmi í desember, ég held er ekki fyrsti sunnudagur í. jú, fyrsti sunnudag, hann er stundum síðasti sunnudagur í nóvember eða fyrsti sunnudagur í desember eftir að víxlast aðeins milli ára. Já, en það byrjar síðasta sunnudegi þarna. Já, Og kirkjan, þetta er meistaraverk, en við líkum við að segja líka makalaus frekja. já, að sjálfsögðu, já, já, Taka sína sögu og bóstalega þetja þið náðu hverjum einasta degi, allt árið kring inn í sína sögu, því ef það var ekki hátíðismessa postulana eða verða minnast Jesú eða Maríu, þá var settur dillingur á hvern einasta dag ársins og stundum 2 á sama dag því að þeir voru náttúrulega miklu fleiri heldur en dagarnir í árinu. það var það að meina að kaþólska kirkjan gerði þetta. Kaþólska kirkjan gerði það og lútherska kirkjan heldur en hún minnkaði þessa dillingadaga náttúrulega. Já, já, Sendi þeim öllum í burtu, já, næstum því öllum. já, En þá situr kirkju árið og stýrir árinu okkar já, að verulegu leyti. Og inn í náttúrulega þetta hvorttveggja þá kemur sko eldgömul hefð eins og að Jesú er látin fæðast á vetrarsólhvörfum og frændi hans Jóhannes skírari látin fæðast á Jónsmessunni sem þýðir að við erum að fara inn í eldforna kerfi þar sem voru 2 konungar þar sem annar ríkti yfir veturinn og hinn yfir sumrinum. Já. Svo þetta er mjög skemmtilegt. já, ég heyri það, sko, ég hef ekki pælt í þessu svona, þannig mér finnst þetta mjög skemmtilegt og mér er svo skemmtilegt þess að við hefur verið að skrifa á Facebook þetta, þannig ég bara mátti til að fá að heyra meira. En svo er eitt almanak eftir sem við fylgjum. Og hvað er það? Það er okkar persónlega almanak. Já. Það eru afmælisdagarnir eða skólagangan eða íþróttirnar eða fríin okkar. Já. Við sjáum árið líka eins og kirkjuárið sem leggst yfir þetta business almanak, þá höfum við okkar persónlega almanak sem að kannski skiptir okkur kannski bara mestu máli, ég vil ekki segja það. Miklu meira máli heldur en kannski fólk hefur verið að pæla í.
Jafnvel gæti mér dottið það í hug. Já, En mér finnst að við þurfum að gera okkur grein fyrir þessu og þegar ég var að velta þessu öllu fyrir mér þá fór ég auðvitað spurja eða velta því fyrir mér hvað aðrar menningar heildir gerðu eins og mæjarnir sérstaklega já, og þeir segja stundum að sitt almanak sé kvenlegt en það er ekkert, ég held þeir hafi 20, ég hef búin að telja þarna upp svona 4 eða 5. já, Ég held að þeir hafi, eða einhvern tíma hef heilt sagt að þeir hafi 20 almanök eða sem sett mismunandi hringi já, en þeir sem eru þekktir best eru annars vegar það sem þeir kalla long count eða langa tímatalið já, sem að lauk 2012 eftir orðið og svo eru þeir með heilaga almanakið sitt sem að fylgir hreyfingu Venusar í kringum sólina. já, Af hverju það er náttúrulega veit ég ekki. En þeir leika þar sem við erum með tölurnar 60, 12, 60, þá eru þeir með 20 og 13 já, og skipta árinu allt öðruvísi upp. En það sem að ég held að skipti miklu máli og sé þarft að gera sér grein fyrir að almanakið okkar er gjörsamlega tilbúið, svolítið tilviljunarkennt, því að þetta verður til þarna á einhvern skrifstofum niður í Róm og það hefur enga hrynjandi. nei, Alls enga hrynjandi. Svo þegar að verða miða við einhverjar tölur 11. Þá er ég bara ekki viss um að það segja okkur nokkuð skapaðan hlut vegna þess að þetta er fullkomlega ritstýrt almanak, já, engvar hrynjandi, nei, ekki mánuðirnir, ekki neitt. nei, Þannig að þetta er talnalega séð held ég að sé svolítið varasamt að vera að hengja sig mikið í það. Og eins er það sko með gamla veðurspádóma og slíkt, hvenær urðu þeir til sennilega áður heldur en allar þessar tilfærslur voru gerðar sem koma hingað sem sagt til 1700. já, Svo við erum að halda í gamlar hefðir. Sumar eru sjarmerandi en aðrar kannski mætti íhuga svolítið betur. já, Og upp úr þessu fór ég kannski að skoða svolítið kvendýrlingana okkar. Af því mér langaði að vita sko hvort þær hefðu haft stílið eftir, það voru hérna dálítið misjafnlega lengi, já, þær hefðu stílið eftir einhver áhrif og hvort að þær kæmu inn í þetta almanaksdæmi sem þær gera í raun og veru ekki því að þær hafa bara sína messudaga og þeir eru heldur ekki í neinni hrynjandi miðað við hvort í kirkjuárið eða. nei, svo heyrum við bara lítið sko það að þetta sé messudagur þessa eða þessa dýrlings, það er ekki talað um það lengur, sko. Nei, Mér finnst ekki vera svona allavega áberandi. Ég er nú ekki útilokað, ég er ekki að mæta í kirkju reglulega, þannig að ég veit það ekki, sko, en sko mér finnst ef við förum að skoða þessa vætti sem við eigum, já, sem að er gyðjur, svo ég fari nú bara aftur í kvennahópinn, já, það eru gísir og gyðjur og valkyrjur, álfamæjar, tröllastelpur já, já, og allt þetta lið kemur úr einhverjum trúarbrögðum sem að við höfum haft já, einhver staðar í fortíðinni. mhm, Og núna erum við búin að sleppa kaþólskunni en mér langar svolítið að halda sko dýrlingunum, kaþólsku það eru svona cirka 16, já. inni í þjóðtrúnni. Og hvaða dýrlingar eru það sem þú myndu vilja halda það?
Sko, ef ég fer bara í gömul almanök, þá eru nafnadagarnir þeirra eða messudagarnir skrifaðir inn og mér reiknast, það fer svolítið eftir hvernig maður telur. Þær sem komu allra fyrst, eins og Bridget, írska höfundinnan, hún svona eiginlega dettur út aftur. Þær sem komu allra fyrst. Já. Sunneva sem kemur frá Noregi, hún dettur mjög snemma út, sem líklega afleiða frá Bridget líka. En þessar aðalgyðjur okkar eru svona Agnes og Agatha, Margrét og Katrín, Barbara, Dórótea, Lúcia. Ég skrifa þetta einn alveg á fullu niður. En þær... En þetta eru alltaf erlend nöfn meira og minna, nema kannski Agnes og Margrét, Katrín. Selja er þarna líka. Já. Og þetta hefur nú verið rannsakað og Margrét Cormack hefur rannsakað þetta inn í kjölinn. Já. Hvort að við tókum upp nöfnin þeirra, en okkur dettur ekkert í hug núna að Margrét og Katrín séu dýrlinganöfn. Nei. Ekki Hildur heldur. Nei. Skilur. Já, þannig það er. Með heiðinafn, þú veist hvaðan það kemur, sko, Guðrún. Já. En, já, svo mér langaði bara til þess að það er svona vist áhugamál hjá mér að halda þeim inni í þjóðtrúnni. Já. Og þá fór ég líka að verða forvitin það hvort að þær hefðu haft einhver varanleg áhrif, sem að kirkjan kemur með þau inn. Já. Og mér sýnist að það hafi nú vilja brenna við að þeim hafi verið ruglað saman. Það er þess að ekki allir verið á réttum dag eða réttum... Jú, þannig voru kannski sínum rétta dag þegar kirkjan hélt utan það. En svona einkenni þeirra, einstöku sinu nöfnin, Agatha og Agnes, þær vildu rugla saman. Já. Og þær það var heldur engin hrynjandi, það tengdust engu í ársringnum. Nei, það er náttúrulega það er hljóta að hafa gert það á sínum tíma, heldur það ekki? Nei, það tengjast ekki ársringnum. Það áttu bara þetta oftast svona dánardagur þeirra. Já. Og þá eru þær skrifaður og fá messudaginn sinn og svo var erfitt að halda messudeginum og ég held að vera 1969 þegar páfinn ákvað það hreinsast til. Já. Og sagði sem satt var að það vantaði sko vottorð eiginlega á uppruna ansi margra. Já. En það var náttúrulega kirkjan sjálf sem hafði á sínum tíma. Það er engin tekin inn nema hann sé búin að fara í gegnum hreinsunareld kirkjuna, sko. Það er starfslýsing á því hvernig þú verður sko dýrlingur. Já, er það? Það er náttúrulega verður að vera dauð. Þannig við ættum möguleika kannski eftir við værum búin að rökka upp af. Já, sko þú þarft ekki að vera píslarvottur. Ok, það er náttúrulega gott út af fyrir sig. Þetta var sko ákveð tímabil þar sem það gengu í gegnum píslirnar. Já. Það er 30 ára áður en að kristni er leið samkvæmt lögu sem var 313. Já. 20 árin þarna undan er alveg óskaplega erfið fyrir þá sem að vildu trúa á Krist. Já. En fyrir mér vakti kannski þetta svona helst að vissuleyti svolítið í hönd með dagatalinu vegna þess að þá ég gat þá líka skrifa meira það og svona vakið á því athygli þetta kom eiginlega sjálfu sér. Já. En ef að þú til dæmis stemdir að því að verða dýrlingur þá er sko erfiðasti þröskuldin sá að þú verður að
hafa skilgreind og hafa gert tvisvar sinnum kraftaverk sem eru skilgreind og vottuð af heiðarlegum tröstvekjandi mönnum eða fólki. Já, gildi til dæmis ekki að geta hreinsa ský og svona í burtu og fá Nei, sól og það svona. dugir ekki. Það dugir ekki. Það var verið að sem sagt vottað Já. kraftaverk 2. Já, það er svolítið merkilegt, sko. Ég byrja strax að hugsa, hvað gæti maður hafa gert sem að væri hægt að kallast kraftaverk, sko? Það er náttúrulega, hvað telst kraftaverk? Það voru nú held ég oftast, sko, þú læknaðir fólk af einhverjum meinum. Já. Það myndi líka teljast kraftaverk til dæmis ef þú gætir stoppað hraunstraum. Já. Og það var ein þeirra, nú tek ég það fram að þessar, sko, starfslýsingin verður náttúrulega til með tímanum. Já. En ein af dýrlingunum, hún Agatha, það var talið að hún hefði getað stoppað hraunstraum. Það er nú svolítið mikið. Já, en það hafði verið reynt. Hún Agatha er fædd á Sikiley. Já. Lucia líka. Já. Og það er svona 50 ár í tíma á milli þeirra ef maður tekur sögu þeirra alvarlega. Já. Agatha fyrst. Og sennilega er hún sko gyðja Etnu. Já. Gjálsið. Það er sko líking þarna með nafninu hennar. Já. En hún er ein af þessum dýrlingum sem að þú finnur gyðjuna á bakvið hana. Já. Það hvarflar ekki að mér eiginlega að Agatha hafi verið sko lifandi persóna sem hafi hlotið þessi örlög, því að þarna niður á Sikileyju það var óskaplega sterk áður trúin á jarðargyðjuna sem var þá Ceres. Já. Og ef þú hafa lengra aftur þá ertu eiginlega komin í mánagyðjurnar. En Agatha tengist Etnu. Og mér fannst óskaplega spennandi að vita hvort að við hefðum tengt einhverja dýrlinga eða vætti, jafnvel bara úr heiðni, Já. við eldgosin hjá okkur. Og fannstu slíka tengingu? Nei, en... Einmitt sko, þegar ég hef verið á Hawaii, sem ég hef farið nokkur sinnum, að þá hefur alltaf mér fundist svo sorglegt að við skulum ekki eiga eldfjallagyðju. Ég hef búin að leita að henni. Já. Sko að örlitlu leiti þá getum við sagt að Barbara, af því að hún á þarna líkneskið í Kapellurhrauni, Já. Hún var gyðja elds, en á svolítum erfiðum kanti, hún var verndari, segi ekki gyðja, heldur verndari vopnasmiða, þeim sem gera námugöng, þeim sem sprengja, þeim sem búið til flugelda. Já. Og þá myndir þú spyrja mig af hverju. Já, af hverju? Þá það þannig tilkomið, það þarf alltaf að smíða einhvern veginn þessar sögur. Já, sjálfsögðu. Það var faðir hennar sem að lokum sjálfur tjóaði henni hausinn því hún tengd honum ekki. Já. Það var illmenni. Já. Það hafði reynt að loka hann inn í turni öll æsku ár sín, en hún slapp nú þar út. En þá hún var eld uppi og hann hjóaði henni höfuðið fyrir rest. Það er rosalegt. Þegar hann ætlaði svo heim eftir þetta, þá kom elding og svo gjöreyddi honum og fylgismanni hans að það var ekkert eftir nema svona lóufylli á ösku. Þetta er ástæðan fyrir að Barbara er skrifuð fyrir öllu svona
frekar þó ofbeldisfullu í sambandi við eld. Já. Lúsía, sem að er landa hennar, líka Sikileyjum, Já. hún er líka hún tengist aftur á móti ekki eldi heldur ljósi og ljósgeisla, ef ég get lesið það rétt, en Já. það er báðar eins og ég segi svo flóknar því að þær tengjast fornum gyðjum. Já, það er raunis verða svona aðeins umbreytingar og svo kemur nýtt nafn. Verða umbreytingar og þá kemur nýtt nafn. Já. Og Agatha það er alltaf vitnað til þess að hún hefur skorið af sér brjóstin og svo eru bakaðar kökur, svona rétt eins og bollurnar fyrir á bolludaginn. Já. Og svolítið ógeðfelldur siður í raun og veru, en ég held að orsökin eða uppruni þess hafi verið sá að það er til sögun það að á eldfornum tíma þá hafi Ceres, sem var jarðargyðjan, hafði þessi stóru brjóst og þau voru dregin, altså byggð upp, skúlptúr, sett á vagna og dregin í prósessi göturnar í Sikileyjum. Já. Og síðan er talið að Lúsía hafi hún stendur með bakka og það var þá búin að taka úr sér augun. Ég held að þetta sé allt saman búið að turna þessum fornu siðum sem að séu komnir. Þetta seldist vel, þetta þótti sér hryllilegt og það seldist vel svo það var kópíerað með Lúsíu, best að hún tæki þá augun næst. Já. Ég held að upprunalega hafi þetta verið, eða það má alveg athuga það hvort upprunalega þetta var ekki forn frjósemi siður. Með að búið til svona eins og brjóstadæmi. Jú, en þá tengist við nefnilega, nú koma eldfjöllunum, þá tengist við aftur eldfjallinu. Því að því hefur líka verið svolítið líkt við brjóstjarðarinnar sem stundum gefur frá sér, það er ekki móðurmjólk en það er hraunið. Við stöndum á. Já. Þetta er svolítið langsótt en það er búið að snúa svo mörgu við að ég held að við séum jafnvel þarna bara að vinda ofan af rangri túlkun. Já, það er alltaf líkur sko. En það sem að mér finnst athyglisvert er að einhverju af þessu gyðjum þær tilheyrðu ákveðnum klaustrum hérna, er það ekki? Sko í Viðeyjarklaustri sem er stofnað á 13. öld, hún Margrét Hallgrímsdóttir segir mér að þarna hafi verið í klaustrinu altari sem að Lúsía og Agatha áttu saman. Já. Þá lögðumst við virkilega yfir þetta vegna þess að Margrét segir að þarna hafi verið eldgangur á Reykjanesskaga og menn hafi verið þarna óskaplega þreyttir á honum. Já. Og það finnast sögur af því að messudagur Agathu var sérstaklega haldinn hátíðlegur í Viðey. Já. Það getur vel verið og er eiginlega mjög líklegt og spennandi að þarna hafi menn hugsað til kirkjunar og spekuleraði í því hvort að það myndi hjálpa. Já. En það eru sagnir til það, sko Etna er náttúrulega alltaf að gjósa. Já. Og í einhvern tíma reyndu þeir, og það er mjög langt síðan, gæti hafa verið 14. öld eða fyrr, að gera garð eins og var gert í Grindavík. Það var að stampa, já. Og það hins vegar varð mjög óvinsælt því að þarna er þéttbýlt og ef þú beinir hraunstraumnum frá þér þá lendir hún að næsta þorpi. Nú hætti þetta. Já. En seinna þá, þetta var 1700 og eitthvað held ég, já.
þá var klæði, nú veit ég ekki hvernig gröfum er fyrirkomið þarna, en það segir að það hafi verið tekið klæði af gröf að göttum Já. og borið á móti hraunströmmnum og dugað. Og duga til að stoppa hann. Já. Það þurfti ekkert svona ekkert vatn eins og í Vestmannaeyjum. Nei, Út af sjó, nei. en við þekkjum þetta náttúrulega frá Kirkjubæjarklaustri þegar Jón Steingrímsson eldklerkur Já, messar og við trúum því, hraunið stoppaði nú reynda töluvert löngu áður en að koma að Kirkjubæ, já, hérna uppi hjá Hólmi. Það er ákaflega gaman að fara þangað og sjá hvar hraunstraumurinn raunverulega stöðvaðist. já. En mér finnst gott að trúa því að Jón hafi stoppað hann með trúar. Já, ég er alveg samanlega, það er bara mjög, hvað ég segja, það er ljúfsaga og hún náttúrulega líka, sko, þú veist, hvað getum við ekki gert? Við getum gert svo margt. Sjálfsagt að reyna. Já, Já. Líka sögur, sko, kirkjan í Reykjahlíð, þá rann urðu elds. Ertu að tala um Reykjahlíð við Mývatn eða þetta? Þá stemdi hraunstraumur í átt að henni. Já, og mér skilst að hraunið hafi í raun að vera næstum klofnað kirkjugarðinn, svo að segja. Já. Og hvort að fólki var þá í kirkjunni eða ekki, en talið að Guð hefði þarna líka svolítið verið með í ráðum að þyrma. Já, þyrma kirkjunni, já. En voru þá einhverjar svona sérstakar gyðjur eða var það til dæmis Agnes eða Agatha sem menn kölluðu þá á eða var það bara beðið beitt í Guðs? Nei, ég held að við höfum það, sko, ég held að þetta hafi verið svolítið sérstakt þarna í Viðey. Mér finnst það ákveðlega skemmtilegt. Ég held að menn hafi nú treyst á alltaf að gera þetta milliliðalaust, sko. Já, bara beint, já. En eftir því sem ég einhvern veginn kemst næst, þá er bara surtur okkar eldgoð þannig, Já, surtur gamli. já, En svo fór ég að velta því fyrir mér nefnilega. Þú manst þegar Alþingi er stofnað, þá er þessi fræga saga og þeir eru að koma þessi í kring og þá kemur sendiboði ríðandi sunnan frá úr Ölfusi og kallar og veifar og segir það komin upp eldur upp á Hellisheiði og hann stefnir beint á Hjalla þar sem einn af okkar goðum bjó. já, Og hann segir, sko, nú bara hættum við þessu, nú eru goðin að reiðast. Það komin upp eldur. Og þá var það sem Snorri goði stendur upp og segir, hvernig var nú þessi setning, og hverju reiddust goðin þegar hraun það brann vér nú stöndum á. Ég held ég fari rétt með þetta. já, Og ég hef raunverulega velt þessu fyrir mér, hvort þetta sem að þetta setning sem við kunnum ennþá, það er komið já, 1000 ár, rúmur. Sko hafði þetta þau áhrif að við litum á hraunstrauma sem tilheyrðu einhvern veginn náttúrunni og það væri hennar og tengdum því eitt sérstaklega goðum eða dýrlingum eða, ég veit þetta ekki, mér finnst það mögulegt. Já, en það er náttúrulega, sko, við horfum á náttúruna og hún gerir allt mögulegt vegna þess að hún er alltaf að skapa. Hún er alltaf í umbreytingu. Alltaf í umbreytingu og hvert leitum við þegar við ætlum að stýra því hvað hún er að gera. Því flestu tilvikum höfum ekki haft neitt að segja. Nei, og vanvirða svolítið hennar hringrásir og því sem að hún hefur skapað og fyrirkomið. Já. En ég finn ekki að við höfum
í sambandi við eldgos að við höfum einhvern veginn tengt þetta trúarlífinu okkar. Sem á vissan hátt finnst mér svolítið sérstætt með öll þau eldgos sem hafa verið hérna og líka það að aðrar þjóðir sem að hafa eldfjöll eru flest allar með einhverja gyðjur eða einhverja guði sem tengjast eldgosunum þeirra. Já, þess vegna finnst mér þetta nefnilega að vera athyglisvert. Já. Við skulum ekki hafa gert þetta. Já, mér finnst því sérstaklega mér svo í minni mynd sem ég sá þegar ég var einu sinni á Hawaii, það var sko Pele og hún var með sko, það var sýnt svona andlitið hennar og það svakalega mikla svarta hár með hraunmálum og svona í. Það var svo sterk ímynd af henni. Er hún gyðja eldfjallana þar? Eldfjallana þarna. Já, eldfjalla gyðjan sko, Pele. Og það er náttúrulega sko, þarna á Big Island í Eyjaklasanum, stærstu eyjunni, þar eru eiginlega alltaf einhver eldgos, það er eiginlega alltaf eitthvað í gangi. Þannig að það er sjaldan sem að og eldfjallið er í rauninni hérna mjög stórt og gígurinn alveg rosalega víður og það sem að maður sér svo sko, maður getur séð eldgos í hlíðunum fyrir neðan þar sem aðalgígurinn er. Kemur nú stundi jafnvel út úr Heklu að getur komið gos út í hlíðinni. Já, eins og þegar maður keyrir í kringum Snæfellsjökul að þá sér maður alla gígana sem eru neðar. Þannig að það er á fleiri stöðum sem að það er svona, þannig að þess vegna hef ég svona, ég vildi bara búa til einhverja, svona gyðja, ég kom einhvern tímann heim með þessa hugsun, sko, sérstaklega eftir að hafa séð svona Pele, en við eigum í rauninni enga svona sem að manstu eftir einhverja gömlu gyðjónum hafi verið tengt sérstaklega eldi úr ásatrúnni. Nei, sko, ef maður fyrir eitthvað að velta Hepatus, ég er ekki alveg sem segir þetta rétt, hjá Grikkjum er sko eldguðinn, það er enginn hjá okkur, mér finnst þetta skrítið. Já. Þess að Þór er þarna með hamarinn og hann stýrir eldingum. Já. Það er hvergi, en ásatrúin alltaf kemur, við komum með hana hingað og við komum hingað inn á land þar sem eru eldgos sem hafa verið flestum óþekkt. Já. Og þess vegna finnst mér þessi setning þarna á Alþingi vera þessuna íhugunarverð, sko, hefur hún haft mikil áhrif. Já. En ég finnst einhvern veginn í gömlum sögum, þess að ég geti bent á neina, sko, sjóferendur hafi sagt að hér hafi staðið þursar og hent glóandi hrauni á móti þeim. Já, ég skil, já. Þannig að það hafa verið sögusagnir landið. Já. En við tengdum ekki hvorki, nema bara eins og ég segi Surti, við höfum Surtseyju og við höfum Surtshelli. Já. En kemur Surtur fyrir í ásatrúnni? Held ekki. Spurning, nú er það. Já, ég held ekki. Þannig að þú veist, þetta er bara eitt af þessu sem hvað ég segja, nafni sem við tökum upp, ég meina þegar maður les lýsingar eða sér lýsingar frá til dæmis eins og eldgosinu þegar það gaus í Lakagígu, að þá náttúrulega þá var allt svart. Og hvað er svart? Það er surtur eða svartur. Af því það var svo mikið öskugos. Og það hefur náttúrulega líka komið öskugos úr Heklu. Og svo náttúrulega var sandurinn að fjúka niður á túnin og annað þess vegna var náttúrulega það var reistur veggur, bændurnir samanist að reisa vegg í landsveitinni til að hefta fokið af öskunni og þegar maður kemur náttúrulega inn á hálendi þá er bara svart. Þannig það er mikið búið að ganga á hérna og þess vegna skrítið að skuli ekki vera neinn eldfjallagyðja. Mér finnst, já, eða kristin eða heiðin, bara annað og helst bæði.
helst bæði, já. En það sko, hefði það ekki verið þannig að ef hún hefði verið til heiðin, að þá hefðu við bara fært hana yfir á kristnina. Kristna Sko, jólin. það reyndi ekkert á þetta hjá okkur, en það reyndi náttúrulega mjög mikið á þetta hjá öðrum þjóðum, því við byggum ekki til neitt innlendan dilling kvenkins. Nei, Við byggum til Þorlákur var viðurkenndur, hann, Guðmundur góði og Jón Ögmundsson, svona titlaði dillingar. já, Engin píslarvottur, en þetta eins og Marteinn biskup hjá Frökkum, þá getur þú gert biskup að dillingi, þannig, það er lagi. já, já, En þá voru náttúrulega, sko, í starfslýsingunni, það verður að vera kraftaverk já, og það er nauðsynlegt. Mér finnst þetta athyglisvert, eins og þér, já, af hverju tengdum við þessar óskaplegu jarðhræringar sem að náttúrulega olli hroðalegum erfiðleikum. Já. Alltaf, og við erum í raun og veru meira og minna alltaf með eitthvað eldgos sem er að fá svona smá hvíld á milli. já, Þó þessi ekki alveg stöðugt, en ég held til dæmis að Etna mallar alltaf held ég pínu lítið. já, ég er ekki alveg klára á því, en hún er sko, hún er eiginlega virkari. Ég hef einhvern tíma klifrað þarna upp og það var einhver svona, jú, maður sá glóð. Já, já, þetta er svona eins og ég hef staðið hann á Kilauea á Hawaii og það var glóð neðst í sko gígnum, að hann er gífilega stór og fólk kom og það var að færa fórnir, það var að koma með blóm og það var að skilja eftir fórnir á barmi gígsinn, sko. Við þurfum að benda á þetta. Já. Rækjum þetta gjörsamlega. Mæta á Reykjanesi næst þegar að fer að kjósa og mæta með blóm og eitthvað. Það er en það var náttúrulega sko, að því þetta er fjall og hann er svona stór gígurinn, bara efst uppi og svo ég var mjög hissa og fólk var líka búið að henda blómanu niður í gíginn og þannig að þetta á að vera kristin þjóð en hún er samt að færa fórnin, bara eins og maður sér í búddismanum og öðru þar sem að fólk er að koma með blóm og mat og annað þess til að gefa gjafir, sko. Já, áttur nú ekki kristnin eigum ekki að vera að færa fórnir líka? Ekki? Jú, ég held það. Við höfum verið að færa fórnir í öllu. Já, kannski ekki sko efnislegar, en við eigum að, ég held að það hef ekki breyst. Nei. En mér finnst við þurfum að fegin að þú komst svona ræddir þetta við mig. Já. Því að mér finnst þetta athyglisvert. Þetta er mjög athyglisvert og bara sérstaklega í svona landi sem að svona miklu eldar hafa verið í, sko. Af því við stunduðum líka, sko, svo við tökum kristna heiminn sem við þekkjum náttúrulega, betur. Við stunduðum hann og hann var stundaður, sko, miklum krafti þannig að fólkið, sko, á hverjum degi þá tengdur þetta trúna á margvíslegan hátt með morgunbænum og kvöldbænum og ferðabænum og þessu bænum og hinu bænum. Já. Þú varst mikið með huga við þetta. Já, sjóferðabænin er náttúrulega alltaf. Já, sem að hefur náttúrulega lifað kannski lengst fyrir barnabæninar. Já. En af hverju ekki í sambandi við eldgosin? Nú óskum við bara eftir því að einhver stígi fram sem veit eitthvað slíkt, ef það skildi einhvers það vera til heimildir sem við höfum ekki rekist á í pælingum og öðru þess að það. Því að þetta finnst mér vera eitthvað svona það almikilvægasta við landið sem slíkt, sko. Já, við köstum þessu út á bylgjum. Á bylgjum YouTube eða hvaða bara sendum það út og sjáum hvað kemur út úr því. Og sjáum hvort við fáum
svör. Það væri óskaplega gaman. Þú gætir einst í örnefnum eða einhverjum frásögnum. Já, það er alveg möguleiki. Með það ætla ég bara að kveðja í dag og þakka þér fyrir að hafa komið til að spjalla við mig því mér finnst þetta alveg sérlega áhugavert og ég hvet þá sem ekki hafa verið að fylgjast með póstunum hennar að fylgjast með á Facebook því að það er fróðleikur í hvers skipti sem þú situr eitthvað þar á blað. Svo bara takk hérlega fyrir. Takk að þér. Við sjáum hvað skeður. Við sjáum hvað skeður, já.